Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan skemmtilegu þáttur þar sem ungt íþróttafólk sýnir listir sínar. En síðan skoðum við heimiliskirkju á Vatnsleysuströnd. En við ætlum að sjá fyrst hér örbrot af alvöru bronsi. Við hittum ungan knattspyrnusnilling úr Njarðvík og hann bronsar svo lengi, það að segja hann heldur boltana svo lengi á lofti. Við þurfum að dreifa honum þáttinn. Sjáum við þetta. Já, þetta geggjað hjá honum, en meira síðar í þættinum, en komið með okkur yfir á Vatnsleysuströnd og sjáum við glæsilega heimiliskirkju. Segðu mér frá Knarrarneskirkju, hver var upphaflega hugmyndin á bak við þessa framkvæmd? Já, þetta nú gamall draumur hjá mér að reisa kirkju og við höfum þessa fínu aðstöðu hér. Það eru 6 ár síðan að skóflustungan var tekin. Það var forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem tók hana. Og ég hef unnið þetta svona í frístundum í þessi 6 ár en að sjálfsögðu fengið til liðs við mjög öfluga listasmiði. Og það má segja kannski að þetta sameini svona 2 áhugamál hjá mér. Ég hef mikið áhuga á þessum gamla íslenska byggingastíl og síðan ég áhugamaður guðfræði. Þannig að þetta sameina svona þessi 2 áhugamál. Nú auk þess ég mjög mikið áhuga á grjótleiðslum og hef dundað mig við að hlaða þessa grjótveggi í kringum hana og þannig að þetta svona bara verkefni til andar og sálar og líkamar, hressandi að vera úti að hlaða grjót og síðan, þetta náttúrulega vitnisburður trú og svona kannski þakklætisvottur fyrir blessun fjölskyldunar bara í lífinu og það að geta lofa Guð svona hérna við heima bæinn náttúrulega mjög ánægilegt í alla staði. Skóflustungan var tekin fyrir einhverjum 6 árum síðan. Gekk þetta svona eins og þú hafðir ímyndað þér? Já, þetta var mestuleyti gengið bara nokkuð vel og það má segja kannski í raun og veru hafi framkvæmdin tekið það fyrir 4 ár vegna þess að ég var að starfa erlendis tíma og gat ekki sinnt þessu en svona já, ég nokkuð ánægður með bara hvað þetta hefur gengið vel. Ég maður sá athugasemd á samfélagsmiðlum einn kirkjan þörf fyrir fleiri kirkjur í landinu og þessi náttúrulega kannski frábrugðin mörgum öðrum. Já, þetta svokölluð heimiliskirkja sem líka nefna kannski bændakirkja en hún sem sagt skráð hjá þjóðkirkjunni og biskup Íslands setti henni máldaga. Það að segja að þjóðkirkjan hefur þá tilsjón með kirkjunni af því að það athafnir sem það fari fram séu svona í anda þess sem að þjóðkirkjan leggur áherslu á. Og ég meina við erum með fyrsta brúðkaupi núna bara eftir nokkra daga, elsti sonur okkar að fara að gifta sig og þannig að það held ég alveg full þörf fyrir svona kirkjur og svo verða örugglega messur en það verða kannski ekki reglulega messur heldur svona til dæmis í desembermánuði verður svokölluð Nikulásarmessa, það haldið upp á Nikulásardaginn sem verndardýrlingur reyndar úr kaþólskri trú og verk einmitt eftir listamannin sem málaði altaristöfluna í kirkjunni. Hann gaf okkur mynd af Nikulási, heilugum Nikulási og hann var verndardýrlingur sæfarenda og honum þótti vel við hæfi að þetta verk myndi verið í þessari kirkju í tengslu við áramót og útgerðina hér á Vatnsleysuströnd sem var mjög mikil aldamótin. Segðu mér aðeins frá altaristöflunni. Hún við sem þekkjum til, við sjáum þarna andlit sem við könnumst vel við. Já, það rétt. Altaristaflan sköpun Guðs, það að segja að Guð heldur að Kristur hefur verndarvæng yfir fjölskyldinu og heimilinu og náttúrunni og sköpuninni og það rétt að þarna eru kunnulega andlið, það að segja að það eru 5 ættliðir í töflunni. Það langafi minn og amma mín og svo faðir minn og ég og sonur okkar yngsti. Síðan einmitt amma mín sem bjó hér í Knarrarnesi, Margrét Þórarinsdóttir á töflunni. En síðan sameinar Kristur, það að segja, sem svona miðpunktur altaristöflunar, fjölskylduna og heimilið, og náttúruna sem hér allt í kring. Við sjáum öldur á Tafsins, við sjáum Snæfellsnes jökul og norðurljósin og heimilið, torfbæinn, þannig að þetta náttúran og sköpunin og fólkið og kirkjusagan, þannig að það margt í þessari töflu sem mjög áhugavert. Hún mjög íslensk. Já, hún íslensk í alla staði þó hún sé máluð í Úkraínu
að þá hún íslensk í alla staði og hérna svona samkvæmt ákveðinni forskrift. Það eru aðri munir líka í kirkjunniðinni sem að hafa skírskotun í eitthvað úr sögunni. Já, það til dæmis Preddingunarstóllinn eftirgerð af Preddingunarstól sem á Þjóðminjasafninu frá 1594 sem Guðbrandur Hólabiskup Þorláksson lét gera í Þýskalandi og flutti til landsins. Afar vel heppnuð eftirgerð eftir úkraínskan útskurðarmeistara en hins vegar listamaður sem málaði altaristöfluna Andriy Kovalenko, hann málaði guðspjallamennina á stólinn. Síðan annað verk sem eftirgerð af Ufsa Kristi sem einn af 7 dýrgripum okkar á Þjóðminjasafninu. Krist líkneski frá því 11. öld og var í Ufsa kirkju í Svarfaðardal, mjög vel heppnað. Þannig að það svona verið að skírskota til kirkjusögunar, já, það rétt. Og með þess að hluti af gólfefninu kemur úr kirkju? Það rétt, hluti af gólfefninu úr Kálfatjarnarkirkju, gamlir kirkjubekkir sem voru nú aflagðir á sínum tíma og voru geymdir hér í fjárhúsi í mörg áratugi. Að það eru sessurnar úr þeim bekkjum sem voru sagaðar í gólfborð, þannig að þetta hefur allt svona kirkjulega tilvísun í hvað varðar, gólfefni og fleira. Það smá saga á bakvið það þegar þið voru að setja upp altarið í kirkjunni, þennan mikla stein. Já, þetta altarissteinn sem kemur úr Flekkuvíkurfjöru og ég var þar á gangi og sá þennan stein og hann höfðaði mjög svo til mín. Ég sá hann rúmlega 350 kíló og mikið mál að koma honum inn og undir honum undirstöður sem Ólafur Sigurjónsson í Fossæti, listasmiður, smíðaði. Og síðan vorum við 6 fílhraustir karlmenn sem settu steinin upp á og höfðu töluvert fyrir því. Og svo þegar verkinu var lokið þá liði ekki nema nokkra mínútur og þá ætluðu að fara að taka mynd af smiðnum við steininn. Hann var náttúrulega stoltur af sínu verki. Að þá gerði jarðskjálfta upp á 5,4 og steinninn hann ruggaði til og frá, þannig að þetta var mjög sérstök upplifun. Og má kannski geta þess að ég er sannfærður það ef þetta hefði gerst hér í gamla daga þá hefði þetta verið talin tákn og undur að þegar altarið sett upp að skuli gera jarðskjálfta. En svo ertu náttúrulega með bara út gluggana þá sést í eldgos á góðum degi. Já, það rétt. Það bara blasir hér við okkur og var náttúrulega mikil upplifun að sjá það þegar það gerðist. Og maður átti ekki von á því að upplifa þetta eftir 800 ára hlé hér á Reykjanesskaganum. En sem betur fyrir þá hefum við ekki orðið mikið var við það og ótrúlega lítið sem við fundið fyrir mengun, gasmengun og öðru slíku. En við sjáum þetta hverjum degi út bara stofugluggann. Heldur að það komið svo tími að þú þurfur að fá eldklerk til þess að halda einhverja þurfumræðu í kirkjunniðinni? Vonandi verður það nú ekki, en það má kannski geta þess að krossinn var settur upp í jarðskjálftahrinunni og svona sem ákall það að Drottinn myndi nú hemja náttúruöflin sem við vorum orðin ansi þreytt á hér, þessari jarðskjálftahrinu. Íbúar hér á Vatnsleysuströndinni fundu mjög mikið fyrir þessum skjálftum og hvað einna mest. En fljótlega eftir það þá hættu nú jarðskjálftarnir og þá kom eldgos. Þannig að, en mér var reyndar sagt það að skjálftavirknin hafi færst til, hún hafi byrjað í Þráinsgildi sem nú raun sem við stöndum á hér og nú og það vakti náttúrulega óhug að vita til þess, en síðan færðist skjálftavirknin á þann stað sem hún var allra best held ég, það hefur ekki valdið neinu tjóni. En frá kirkjunni í þitt aðalstarf, þú ert að leiða miðflokkinn í Suðurkjördæmi, hvernig að fara inn í kosningaslægin eða kosningabaráttuna núna á þessum skrýtnu tímum? Já, ég er nú sannfærður það að kosningabaráttan verður nú eitthvað lituð af veirufaraldrinum, ég held að það sé alveg ljóst. En svo held ég líka að það verði stór mál eins og heilbrigðismálin muni vera mjög í sviðsljósinni í þessari kosningabaráttu. Við bara sjáum það að núna heilbrigðiskerfið nánast ekki að ráða við þetta mikla álag og ef við horfum til Suðurnesjana þá nú atvinnustigið, atvinnumálin, þau eru þar mjög mikilvæg. Allir flokkar hafa sjálfsögðu sína áherslu. Ég hef í mínum störfum í þinginu síðastliðin 4 ár og í fjárlaganefnd lagt mikla áherslu á það að rétta hlut Suðurnesjana þegar kemur að fjárveitingum til ýmissa stofnana eins og heilbrigðisstofnunar, löggæslunnar og svo framvegis. Því miður hafa þessar tillögur ekki verið samþykktar og ég held að sé bara mjög mikilvægt að þingmenn standi saman það að það þarf að rétta hér hlut Suðurnesjamanna vegna þess að
að við fáum ekki sambærilega fjárveitingar og önnur sveitarfélög á landsbyggðinni, því miður, það staðreynd og sýna fram á það með skýrslugerðum frá Reykjanesbæ og fleirum aðilum. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að rétta hlut Suðurnesja og það mun ég leggja áherslu á í þessari komandi kosningabaráttu. Þú heldur ég að Suðurnesjamenn, þeir horfi kannski helst til heilbrigðismálana og atvinnumálana þegar kemur að greiða atkvæði? Já, ég held að þetta skipti miklu máli að sjálfsögðu og auk þess bara líka höfum við náttúrulega samgöngurnar að það skipta líka máli ferðaþjónustan en við þurfum líka að fjölga atvinnutækifærum á Suðurnesjum. Það eru einhæfa mínum mati og við sjáum það sérstaklega í veirufaraldrinum að hvað margir mistu hér vinnuna þegar þess að þeir unnu við flugið og það brýnt að mínum huga að huga nýjum atvinnutækifærum, nýsköpun og lyfta undir fyrirtæki sem eru smá og einkafyrirtæki sem að gera góða hluti eins og Ásbrú og annað slíkt sem geta vaxið og dafnað og þá þarf umhverfið sem stjórnvöld skapa að vera þeim hagstætt. Já, sannarlega glæsilegt þarna á Vatnsleysu ströndinni. En aðeins aftur að fótboltasnillingum. Pabbi drengsins, hann nefnilega mjög góður og drengurinn ætlaði að slá met sem hann sett á sínum tíma. Sjáu þið pabban aðeins. Það talsvert minna stelpur í golfíþróttinni en við hér á Suðurnesjum eigum glæsilegan fulltrúa. Fjóla Margrét Viðarsdóttir golfsnillingur úr golfklúbbi Suðurnesja og við hittum hana. Fjóla Margrét 14 ára kylfingur í golfklúbbi Suðurnesja og hún var Íslandsmeistari í holukeppni 14 ára og yngri síðustu helgi og klúbbmeistari í fullorðinsflokki fyrr í sumar. Hún hefur tekið golfið föstum tökum frá unga aldri og mætir á Hólmsvölli í Leiru, hennar heimavöll, daglega yfir sumari. Hún húfustelpa og þekkist alltaf á bleiku húfun út á velli og við hittum hana úti í Leiru. Fólk veit alltaf hvar ég hann. Með bleiku húfun? Já, það sjálft á bleiku. Ég byrjaði svona kringum 6 ára, en ég lék mér alveg áður og þannig, en ég byrjaði að æfa í kringum 6. Hvað var til að þú byrjaði í golfi? Aðallega bróðir minn, hann var alltaf að æfa, hann var mjög góður og hann byrjaði svona að sýna mér og ég kom með út af völl og þá byrjaði ég að halda á kylfunni og leika mér. Þú fékkst bara golfdellu strax eins og þetta? Alveg, pottþétt klárlega. Og hvað svona skemmtilegast í íþróttunni? Að geta bara að mæta ég vil og leikja mér og vera með vinum og þetta ekki neitt svona strangt rosalega og já. Þú ræður svolítið þínum tíma sjálf hvenær þú ferð að spila og æfa allt þetta? Já. Það mjög skemmtilegt í það. Hafðirðu verið í einhverjum öðrum íþróttum áður? Ég var í sundi, sen hef ég alveg verið í fleiri íþróttum en ekki svona... Mikið keppnis? Já. En sund og golf er ég búin að vera aðalega. Hvað það síðan við keppnisskólinn? Þú ert búin að vera duglega að spila. Þú ert 14 ára gömul, ert búin að vera að keppa í mörg ár. Hvað svona skemmtilegast við það? Bara, það langt skemmtilegast að manni gengur vel að keppa. Og bara að geta fara út á völl og sýnt fólki hvað maður getur og bara spila sitt golf. Ertu með eitthvað sérstaklega veikleika eða styrkleika í golfinu þínu? Ekki neitt svona sem ég get hugsað. Bara misjafnt. Stundum er stuttspilið ekki nógu gott, stundum er slátturinn ekki nógu góður. Það bara komað svolítið staðar. Hvernig líður þér þegar þú ert að keppa svona þegar maður spyr andlega þáttinn?
ég reyna að vera eins jákvæð ef ég get. Bara alveg rosalega jákvæð. Það mér gengur illa, þá kem ég bara næsta hring og bara reyna mitt allra besta. Og í stundum eins og í úrslitaleikjum og eitthvað þannig, þá verður maður smá stressaður, en það var ekki allir stressaður út af því, þannig. Nú varst að vinna Íslandsmóti í holukeppni í þínu flokki, 14 ára og yngri, og þið voru að spila í Grafarholtinu, þannig að gekk bara allt upp hjá þér, en nú er holukeppni aðeins öðruvísi en höggleikur fyrir þá sem ekki vita. Það er bara að spila hverja holu fyrir sig. Finnst þér þetta fyrirkomulag eitthvað skemmtilegra? Mér finnst alltaf holukeppni skemmtilegri. Það er alveg klárlegt. Maður getur ef maður lendur út í drasli eða eitthvað þannig, þá getur maður bara tekið fullan sjans á því og reynir helst ekki að taka víti, og það er bara, ef þú fær sprengju á holu, þá veit það enginn. Það veit bara að þú tapar holu eða eitthvað þannig. Og nú ertu að fara að spila Íslandsmótinu í höggleikumleika og þú varst klúbbmeistari golfklúbb Suðurnesja í fyrsta skipti í sumar í fullorðinsflokki. Þetta er bara að ganga þessi vel hjá þér. Já, þetta er bara, ég bara mæti til leiks og þá spilaði ég mitt golf og þá gengur allt vel. Hvað æfirðu mikið? Bara á hverjum degi, bara eins lengi og ég get. Og æfirðu og spilarðu fullan hring, 18 hólur nánast að hverjum degi? Ég reyni það. En nú er ekki margar stelpur í golfi, allavega ekki hér hjá Golfklúbbi Suðurnesja, eða það? Nei, það er engar, það er bara engin. Hvernig er það? Með hverjum ertu þá að æfa og spila? Það er alltaf leið. Sumir spyrja mig hvort það sé ógeðslega leiðilegt, en það er ekki það leiðilegt. Þegar ég er alveg, ég er góð með strákunum og eins og til dæmis Logi, ég spila alltaf með honum og að mér skemmtilegt að æfa með honum. Þannig að ertu á æfingu kannski ertu að æfa oft með strákunum hérna, bestu strákunum í GS? Ég æfi bara með kallanum. Sumir eru alveg yfir 40 og þannig, en þeir eru samt rosalega skemmtilega, eins og Guðmundur, hann er alveg bara besti vinur minn. Hún er vel að þessum komið. Aha, duglega að æfa sig og... Duglega að æfa. Segist vera að æfa með ykkur? Já, hún æfa með okkur. Já. Ég held að hún sé góð út af því. Já. Það ekki? Já. Út í að æfa með okkur. Já, frábært. Ég sé ykkur. Áttu þér eitthvað fyrirmyndir í golfi? Svona keppnislega séð, þá er náttúrulega Ólafía Þórunn. Hún er bara alltaf númer 1 hjá mér, og síðan líka Guðrún Brá og Guðmundur Ágúst. En þegar ég byrjaði þá var bróðir minn alltaf bara á toppnum, bara alveg. Og þú heldur eitthvað sérstaklega mikið upp á Guðmundur Rúnar sem er, ef ég man rétt, 10-faldur klúbbmeistari í Golfklúbbi Suðurnesja. Þeir eru mjög góða vinir. Já, hann er rosalega skemmtilegur og hann er bara góður og alla og rosalega góður í golfi. Og hann var eitthvað að hjálpa þér í úrslitaleiknum eða ekki? Hann var kilfusveit fyrir því? Hann kom í úrslitaleiknum síðustu daginn í holukeppninni. Mamma var búin að kattja fyrir mig fyrstu 6 hóluna, síðan kom hann á 7. og bara rosalega góður í því og bara keypti líka mat fyrir hann fyrir það. Þannig að, en mamma er búin að vera ansi mikið með þér. Ég hef séð hana ansi mikið með þér og hún er alltaf á pókanum með þér út á velli að draga fyrir því. Hún er bara alveg, maður þarf að hafa foreldra með sig sem eru alveg 110% með barninu í golfi og mamma er bara alveg stanslaust að hjálpa mér. Það skiptir miklu máli að hafa svona góðan stuðning. Já, alveg rosalega miklu. Er ekki svolítið gaman að vera með henni? Jú, ógeðslega gaman, hrikalega gaman. Skemmtilegast sem ég geri. Já. Svo er hún fjandi góð. Hún er bara rosalega góð, svakalega góð. Hún er það, þetta er það sem hún elskar. Já. Og þú alveg helling líka? Já, ég elska það að vera með henni, sko, en ég kann ekkert í golfi. Nei. Það er ekki neitt, en ég er góð katti. Já. Stefnuru, ertu með háleit markmið? Ég vil fara í skóla í Bandaríkjunum. Það er svona markmið mitt núna. Sem vil ég náttúrulega alveg komast á stærstu mótum, ekki bara á Íslandi, heldur líka bara út í útlöndum og allt það. Það er svona... Og hvernig er eins og, nú er golfið orðið svona heilsás íþrótt, hefur verið að æfa yfir veturinn líka? Já, ég er alltaf í veturina. Ég kannski æfi mikið alveg jafn mikið, en ég reyni það sem ég get. Og hver er aðalþjálfari þinn í dag? Siggi Palli, hann er geðveikur, bara besti þjálfari sem ég geti beðið um.
Sigurpáll Geirsveinsson, hann kann eitthvað í golfi. Já, eitthvað. Þannig að, og þú ert að fara núna í Íslandsmóti í höggleik og það verður nú gaman að bara negla þann titil líka. Já, maður reynir, en það getur allt gerst. Þannig, maður reynir bara að spila sitt golf og þá er maður alveg góðum málum. Svona að lokum, ég var að spyrja hvað stundar hann það mikið. 14 ára gömul, ertu bara mætt út á golfvöll hérna, snemma dags? Ég mæti oft klukkan 10 á morgnana, síðan þarf ég oft að kenna í klukkutíma, síðan fer ég bara frá 11 til hálf 7, bara hálf 7, þá er ég bara út á velli allan tíman og fer vanlega að spila 18 hólur og bara dunda mér. Ertu að kenna yngri krökkum? Já, ég kenni stelpuflokki. Ég er að reyna að koma þeim aðeins meira í gólfið því að þetta er rosalega skemmtileg íþrótt og þetta er ekki bara fyrir strákana. Stelpur eru líka alveg, þar geta alveg verið jafngóður og strákanir. Ertu komið með nokkra? Ertu bjartsýn á að þetta gangi að fjölga stelpum? Það er allavega ein sem að mæti bara mjög oft og bara mjög góð og síðan eru 2 aðrar sem mæti stundum og þær eru bara mjög góðar og ég vona að það komi fleiri. Þannig geta bara sýnt þeim, þú veist, hversu skemmtilegt þetta er og reyna að koma fleirum í klúbbinn og já. Nú ertu alveg upp hérna á Hólmsvelli í Leiru en ég verð að spyrja þig að hvað er svona uppáhalds golfvöllurinn? Akureyri er mjög skemmtilegur og mér finnst líka Oddur æðislegur. Hann er mjög skemmtilegur, mér finnst það. Og hvar er Leiran í röðinni? Hún er kannski svona ykkur stað topp 5. Já, hún er þar. Hún er alveg uppi hjá mér. Og uppáhaldsbraut hérna í Leirunni? Á maður ekki að segja svona 16. Það ekki? Þú voru að fara að hóla í höggið þar? Nei, ég verið nálægt, ég er mjög nálægt. Þannig að þú átt það eftir? Já, það kemur, ég finna á mér. Já, og úr golfinu yfir í fótboltann, bronsfeðgana. Nú ætlum við að hitta þá og sjá það bronsa svolítið meira. Hlynur Atli heitir drengurinn og Freyr Guðmundsson er pappinn sem setti met fyrir mörgum árum síðan sem að ungi strákurinn var að slá núna á dögunum. En hittum þá. Jæja Hlynur, finnst þið gaman að leika með fótbolta? Já, Hvenær byrjaðir á því? 4 ára. Og hvað, ertu að æfa þig á hverjum degi? Já, Hvað er mikið? ég er alltaf út í garði að æfa mig líka. Og svo líka fótboltaæfingum. Og ertu að æfa með Njarðvík? Já, Eru strákarnir jafn góður og þú, félagar þínir í liðinu? ég veit það ekki. Í mínum flokk þá finnst það alltaf létt að sóla upp úr skónum. Er létt að sóla það upp úr skónum? Já, en þegar ég er með eldri æfingu þá finnst mér það aðeins erfiðara. Ertu að æfa líka með eldri strákum? Já, Af hverju byrjaður að leika þér að halda bolt á lofti? Af hverju byrjaður? ég bara ekkert tímann í fyrsta bekk þá var ég eitthvað að leika mér að byrja bara, þegar ég sá ykkur aðra vera að halda lofti eitthvað smá, þá byrjaði ég bara að prófa að halda lofti. Þá er ég bara núna rosalega góður að halda lofti, er alltaf að halda lofti. Hvað hefur haldið oftast á lofti í boltanum? Metum þið núna 1254. Yfir 1200, en það er ekki langt að sækja þetta. Varst þú að hvetja hann áfram í þessu? Okkar fréttir eru þær að þú hafi sett met á einhverju pollamóti á sínum tíma. Já, maður reynir að vera með honum í þessu, sko. Ég var sjálfur svona svipaður á hann á sínum tíma. Alltaf að halda loftið og var held ég kringum 1000, en ég held ég hef aldrei náð svona mikið eins og hann, sko. Það sé komið fram á mér, sko. Já. Og varstu eitthvað að skipta ránum eða var þetta tilvíljun að hann byrjaði að gera þetta eða varstu að hvetja hann í það? Ég held að hann er mest verið bara tilvíljun, sko, og hann bara svona áhugi á honum mest, sko, en ég var náttúrulega með honum í þessu og hvart hann áfram og svona. Ja. Og er hann að æfa bara heima og þegar hann er á fótboltaæfingum? Já, bara alls staðar sem hann kemst í bolta, sko. Og hvað
Hvað eru ykkur draumar, langaði að verða góður í fótbolta þegar þú verður stærri? Já, mér langar að vera besti fótboltamaður í heimi. Verða atvinnumaður, eins og Messi. Og hvað, ertu að skora svolítið af mörkum? Það að keppa eitthvað? Já. Nú ertu búin að slá metið sem pabbiðinn átti. Hvað ætlar að stefna því að fara eitthvað ákveð? Ætlar að reyna að komast kannski upp í 2000 sinnum? Stundum annað er ég að hugsa að reyna að ná annað 10.000. 10.000? Já, en þegar ég náði 1254 þá var ég að reyna að ná 10.000, en ég náði ekki. En hvað, ertu þá ekki að gera neitt annað heldur en að leika með bolta? Ertu ekkert í tölvunni að leika með krökkunum eða slús? Ertu alltaf með boltan? Já, en oftast þegar ég er að leika eitthvað þá vil ég fara út í fótbolta með annað vinum mínum og eitthvað. Mér finnst ekki gaman að fara í tölvuna í FIFA eitthvað þannig. Mér langar oftast bara að fara út í garð í fótbolta eitthvað, að leika mér. Og þess vegna ertu orðinn svona góður? Já. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið. Viljum við minna á að Víkurfréttir eru nokkurs konar fjölmiðla tríó. Við erum í sjónvarpi eins og þið sjáið, en við gefum líka út vikulegt fréttablað. Það er 40 ára gamalt. Og svo erum við að skrifa nýja fréttir alla daga á Víkurfréttavefnum og síðan golffréttir á kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesja magasíns getið þið séð á Víkurfréttavefsíðunni vaff.is og á hringbraut.is. Við þökkum fyrir okkur, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl.